Já, ef einhver myndi segja við þig, ég treysti þér fyllilega, þá myndi þér líða vel. En ef einhver segði við þig, ég treysti þér ekki og ég mun aldrei treysta þér, þá myndi þér líða mjög illa. Eva okkar, hún treysti ekki Guði og þess vegna beit hún í ávöxtinn og afleiðingarnar urðu alvarlegar. Trúin er full vissa það sem menn vona, sannfæring þá hluti sem eigi er auðið að sjá. Og án trúar, það er að segja án þess að treysta Guði, er ómögulegt að þóknast honum. Því að ef við segjum við Guð, ég treysti þér ekki, né þínu orði, já, þá líður Guði illa. Eigum að orða það svona barnalega. En þeir sem að treysta Guði, þeim mun Guð sjá Og þetta er svona algjört undirstöðu atriði í Biblíunni varðandi samskipti okkar mannanna við Guð. Hér sjáum við lærisveinana, 2 frá Emmaus. Og þeir vita ekki að 3. förunauturinn er Jesús. Og hann spyr, af hverju þið svona sorgmæddir? Hefur eitthvað komið fyrir? Og þeir segja, ert þú sá eini í allri Jerúsalem og nágrenni sem ekki veist hvað hefur gerst? Og þá það að Jesús fer með þeim í gegnum alla Biblíuna í stórum dráttum og segir við þá, átti ekki allt þetta sem skráð Jesús að koma fram? Og þeir segja, jú, það rétt, það átti að koma fram. Og hér sjáum við á þessari mynd að lærisveinarnir 2, af því að það er orðið framorðið, segja við Jesú, komdu inn og neittu kvöldverða með okkur, því að það er ekki öruggt að vera úti þegar að dimma tekur. Og ef að þeir hefðu ekki verið þetta gestristnir, þá hefðu þeir misst af því að Jesús opinberaði sig fyrir þeim. Og þegar að þeir sátu við kvöldverðarborðið og Jesús tekur brauðið, brýtur það og blessar, þá skilja þeir að þetta sjálfur Jesús, að hann upprisinn og þeir treysta því og þjóta af stað til loftsalarins í Jerúsalem til að segja hinum lærisveinunum frá því sem þeir hafa upplifað. Og Adam, hann var einn af þeim sem að treysti Guði. Og hann vissi það að afkvæmi konu mundi koma og sigra syndina og upphafsmann syndarinnar. Og hann boðaði komu Jesú Krists fullviss að Guð mundi standa við orð sín. Og
eigum að segja spádómur Adams sem að fékk frá Guði, hann rættist. Kristur sigraði höggorminn. Og það sama gildir Nóa. Hugsið ykkur, það hefur aldrei rignt fram að tíma Nóa í meira en 1600 ár. Þá hefur ekki komið einn dropi af regni úr lofti. Og Guð segir við Nóa, nú skaltu smíða þér stóran bát til þess að bjarga þér og fjölskyldu þinni. Og Nói hefði getað sagt, býttu nú aðeins við Guð, ertu ekki að fara örlítið fram úr sjálfu þér? Það er reyndar til ár og stór stöðuvötn, en það hefur aldrei rignt og þú segir að það muni rigna og að ég er búa til risastóran bát sem tekur öll dýr jarðarinnar inn í sig. Því að það muni koma svo mikið regn að það er eina leiðin fyrir þig að lifa þetta af. Og Nói, hann virðist vera sá eini af öllum þeim milljónum sem ég ímynda mér að hafa verið til, sem að tók Guð á orðinu og treysti honum. Og það var til þess að hann og fjölskyldan lifði af flóðið mikla. Og takk eftir því sem stendur þarna, ég vona að það sjáist, samkvæmt Hebreabréfinu, þá verður hann erfingi réttlætisins fyrir trú. Hvaða réttlæti er þetta? Jú, það er það réttlæti sem að verður til þegar að Jesús greiðir sekt þína að fullu. Og hann trúði því að Jesús myndi koma og greiða skuld hans, auga fyrir auga og tönn fyrir tönn. Og að hann fyrir trú á þennan fórnardauða Jesú Krist myndi verða yfirlýstur réttlátur þótt hann væri ófullkominn. Þið sjáið það að treysta Guði, það skiptir máli. Abraham, hann treysti líka Guði. Guð sagði honum að fara út og telja stjörnurnar. Hefurðu nokkuð tímann prófað það? Það er algjörlega vonlaust. Ef það er heiður himinn og svolítið svalt úti og þú horfir upp til himins og sér þessar milljónir af stjörnum, hvernig veröldin ætlar að fara að telja þetta. En Guð sagði við Abraham, erfingi þinn mun safna fólki til sín sem er jafn margt og stjörnur himinsins. Guð átti ekki við Ísak, hann átti við Jesú Krist. Og Abraham bað Guð að fá að sjá krossfestingu Jesú Krists. Og hann fékk að sjá hana. Og hann treysti því að Jesús myndi greiða synd hans að fullu og hann verða nýr og frjáls maður. Og að þeir sem að tryðu á Jesú á sama hátt myndu verða jafn margir eins og stjörnur himinsins, það er að segja óteljandi.
og Abraham hitti Melkisedek. Og hvort Abraham skildi hugtaki Melkisedek nógu vel liggur á milli hluta því að við fáum ekki beinar upplýsingar það. En Melkisedek var konungur réttlætisins sem að Jesús gefur þér vegna þess að hann borgaði sekt þína að fullu. Sedek þýðir réttlátur eða réttlæti. Nói var Sedek, hann var réttlátur maður af því að hann tók á móti því réttlæti sem Jesús útvegaði þér þegar hann borgaði sekt þína með dauða sínum. Og við ætlum ekki að lesa öll næstu vers, en bæði sálmarnir og Hebreabréfið staðfesta að Jesús hinn raunverulegi konungur réttlætisins sem að öllum stendur til boða, sem að treysta því að hann á krossi vann sigur á dauðanum, syndinni og Satan sjálfum. Já, Jakob boðaði líka komu Jesú Krists. Hann kallar hann Síló þegar að hann að blessa Júda og segir við Júda, þinn ættbálkur mun vera á lífi þegar að Síló kemur, það að segja Jesús. Og Jóhannes segir í sínu guðspjalli að Síló eða Sílóam á grísku þýðir sá sem sendur. Og Guð spurði á sínum tíma, hvern get ég sent til að bjarga mannkyninu? Hér ég, sagði Jesú, send þú mig. Og Jesús segir við blindamanninn, farðu og þvoðu þér í Síló lauginni. Og hann varð sjáandi. Hann sá Jesús, treysti Jesús fyrir eilífðar örlögum sínum. Síló var kominn, hinn sendi. Og við áttum kirkju í Reykjavík rétt hjá aðventkirkjunni sem að hét Síló. Og þetta Jakob sem hér að glíma við engilinn og hann segir við engilinn, ég sleppi þér ekki nema að þú blessir mig. Hann vissi Jakob að þessi engill var Jesús sjálfur. Og hann sagði við Jesú, ég hef syndgað margsinnis og stundum mjög alvarlega. Ég laug að pabba, ég rændi erfðarétti bróður minns og ég sá til þess að mín hjörð var miklu betri en Labans. En Jesús, ég sleppi þér ekki nema þú fyrirgefir mér. Það það sem hann að biðja Blessa þú mig með fyrirgefningu þinni, því að ég, segir Jakob, ég treysti henni fullkomlega. Og Jesús blessaði hann og fyrirgaf honum syndir hans og þá gat hann mætt bróður sínum sem var kominn til að drepa hann og alla fjölskyldu hans. Og þá það að Jóhannes skýrari segir þegar hann sér Jesús koma,
sjá Guðs lamb sem ber synd heimsins. Hugtakið að fyrirgefa, það í Biblíunni að bera byrði annars manns. Og Jesús kom til þess að bera syndabyrði okkar. Þannig að við losnuðum undan þessari byrði. Og þegar að Lúther skildi þetta, þá sagði hann, það var eins og fargi væri létt af herðum mér og mér fannst ég ganga inn í sjálfa paradís. Þannig upplifun þess sem að finnur fyrir fyrirgefningunni. Og William Miller, þegar hann upplifði þetta sama, þá sagði hann, þegar hann fann fyrir syndabyrði sinni, í Jesú öðlaðist ég vin. In Jesus I found a friend. Hugsaðu ykkur. I found a friend. Fann ég vin. Og hann svo sannarlega vinur sem fyllilega treystandi fyrir okkur. Jesús kom til Jórdan árið 27 til þess að taka skírn. Jóhannes skildi það ekki, en Jesús segir við hann, þú verður að skíra mig, Jóhannes, því að ég komin til þess að uppfylla réttlætiskröfum lögmálsins. Ég komin til þess að deyja, auga fyrir auga og tönn fyrir tönn. Þú verður að greftra mig, Jóhannes, en ég mun rísa upp á 3. degi og aldrei deyja aftur, því að ég mun greiða skuldina að fullu. Nú, gyðingarnir hefðu getað reiknað út hvenær Jesús kæmi til Jórdanar, vegna þess að það skráð hjá Daniel. Ég tók þessa mynd með því að mér finnst hún svo falleg. Ég vildi við ættum þessa mynd hérna í einum af gluggunum okkar. Jahve, drottinn minn hirðir. Drottinn lambið sem ber lambið sem hefur fallið í synd og tekur það að sér sem sitt litla barn. Og lambið treystir hirðinum. Drottinn virkilega minn hirðir. Og Daniel segir í 9. kafla, Messias, það rétt að sagt Jóhannes segir þetta, Messias þýðir Kristur, hinn smurði. Og Daniel segir okkur í 9. kaflanum að Jesús muni taka skírn árið 27 og að hann muni deyja árið 31. Gyðingarnir, hinir lærðu, þeir hefðu geta vita þetta, að Jesús mundi koma þetta leyti. En þeir höfðu engan áhuga fyrir ritningunni, kunn sínum eigin heimspekilegu, trúarlegu erfikenningum sem skipta engu máli. Já, þegar Jesús kom, þá tíminn sem nefndur í Danielsbók 9, hann fullnaður. Og það segir ennfremur að Jesús hafi komið í fyllingu tímans. Og hér sjáum við að þetta árið 27, þegar Tíberíus hefur verið keisari í 15 ár.
Svo nákvæm spádómurinn fyrirkomu Jesú Krist. Hefðu gyðingarnir treyst Daníelsbókinni og Daníel 9 og ef við 7. dags aðventistar myndum treysta Daníel 8 þá myndum við vera vissir að það líður að því að Jesús komi aftur. En sú þekking á undanhaldi. Það átti að reikna þetta út frá árinu 457 og þetta mjög staðfest af sagnfræðingum að þetta sé 7. ríkisár Artaxerxes fyrsta konungs af Persíu. Og frá hans 7. ári 457 var hægt að reikna út að Jesús myndi taka skírn árið 27 eftir Krist og deyja árið 31 eftir Krist. Ef menn hefðu treyst orði Guðs, þá hefðu öll þjóðin getað fagnað honum og treyst því að hann væri virkilega kominn. Hér hefum við mann að nafni Ptólemæus sem að reiknaði út nákvæmlega konunga tímatal Persakonunga og það eru fleiri sem gerðu það. Og í miðri vikunni árið 31 dó Jesús eins og spádómurinn hafði sagt fyrir. Hugsið ykkur að hefði þjóðin treyst ritningunni þá hefði hún tekið við Kristi með fögnuði. Og Jesaja segir okkur að Jesús muni koma. Immanuel, hugsið ykkur orðið, Guð með oss. Og það það sem að segir í Rómarbréfinu 8, ef Guð með okkur. Hver í ósköpunum getur þá verið á móti okkur? Enginn, ekkert. Og Jesús heitir undur, því að fæðing hans var algjört undur. Og ræður hans voru hinar fegustu ráðgjafir sem hugsast gat. Hann var Guð hetja þegar að hann ákvað að taka skírn og helga sig krossdauðanum. Þegar hann í Getsemani þrábað Guð að finna aðra leið, en Guð sagði það engin önnur leið en dauðinn. Þá verður hann Guð hetja og við upprisuna verður hann eilífðar faðir. Hann mun aldrei deyja og hafir þú áhuga á eilífðinni þá taktu Jesú sem þinn föður. Og hann friðarhöfðinginn af því að hann stelur ekki, drepur ekki og lýgur ekki. Hann sannur, hann fullkomlega réttlátur og sannleikurinn á sitt upphaf í honum og engum öðrum. Þess vegna verður hann friðarhöfðingi. Hér sjáum Jeremía eftir Rembrandt þar sem að hann hefur miklar áhyggjur af eyðingu Jerúsalem. En hann segir í bók sinni, hugsaðu þessi orð hérna og taktu þau nú til þín og treystu þeim. Kristur kvistur úr þurri jörð, kvistur réttlætisins af ætt Davíðs. Og svo kemur þessi undursamlega setning í 33. kafla. Drottinn vort réttlæti. Guð mun aldrei viðurkenna réttlæti okkar mannanna, hversu gott sem það verður. En ef þú tekur við fyrirgefningu Jesú og tilreiknuðu réttlæti hans og gerir hann að þínu réttlæti,
já, þá ertu frelsaður og það meira segja á þessari stundu. Ef þú lyftir upp huga þínum og treystir því að Jesús ávann sér réttlæti fyrir þig með krossföður sínum. Drottinn vort réttlæti. Hann bæði boðorðin 10 fyrir okkur til reikna réttlæti og krossdauðinn, fyrirgefningin sem hreinsar okkur af öllu óréttlæti og gerir okkur réttlát í augum Guðs. Og þá kemur hérna mjög falleg setning frá Hagai. Kannastu við orðin sem hann notar þarna í öðrum kafla, þrá allra þjóða. Þekkirðu bók sem heitir Þrá aldanna? Þaðan titillinn tekinn. Og Jesús, hann þessi þrá allra þjóða og hann mun veita frið. Og taktu eftir orðunum í sálmunum. Miskunn og sannleikurinn mætast. Miskunnin hefur fullnægt kröfum boðorðanna 10. Þess vegna mætast miskunn og sannleikur í friði og réttlætið, boðorðin 10 og friður sem fæst fyrir fyrirgefninguna kyssast. Þetta eru undursamleg orð. Þetta eru með fegustu orðum í Biblíunni. Treystu þeim, vinur, að miskunn og boðorðin 10 þau hafa mæst og sæst og réttlætið og friðurinn hafa mæst með kossi og sæst við hvort annað. Og þá komum við að Betlehems sögunni. Taktu eftir orðum Maríu. Sjá, ég ambátt drottins, verði mér eftir orðum þínum. Hvernig í ósköpunum átti þessi unga kona að treysta því að hún myndi fæða Guð og manninn Jesú Krist? Sakaría trúði því ekki að kona hans gæti orðið þunguð og var mállaus í 9 mánuði. En viðhorf Maríu þetta: ég treysti orðum þínum og verði mér að því sem að þú segir. Og þau hverfa til Betlehem, þar sem að hún fæðir soninn. Og þau treystu Guði, bæði tvö. Og veistu hvað? Þau eru bæði nefnd réttlát í Biblíunni, af því að þau trúðu að Messías myndi koma. En ég held að hafa ekki skilið það undir eins að barnið í jötunni var þessi Messías. En með tímanum skildu þau það að hann væri kominn sem gerði þau réttlát. Ég sagði áðan að enginn hinna fróðu í Jerúsalem átti von á Jesú, af því að þeir trúðu ekki Daníels bókinni. Og englarnir sem komu til Jerúsalem eða Betlehem til þess að athuga hvort það væri einhver sem tryði því að Jesús væri að koma, og þau fundu engan. En svo heyrðu þeir á tal fjárhirða og þeir voru að tala að koma Jesús væri sennilega í nánd. Þess vegna snéru englarnir aftur og sögðu við fjárhirðana að Jesús, Messías, væri fæddur og að hann væri í jötu. Ég oft velti fyrir mér,
Hvernig datt fjárhirðunum í hug að barnið í jötunni væri Messías, konungur konungana, drottinn drottnanna, að hann væri sonur Guðs og manns? Það þarf mikla trú og traust á Guði til þess að segja amen við þessu. Og þá komum við að víkingunum, vítringunum, ætlaði ég nú að segja. Þeir misskildu þetta orð þarna stjarna. Þetta er spádómur sem að Bílíam flutti þegar hann var keyptur til þess að bölva Ísrael. En hann gat ekki bölva Ísrael af því að Guðs náð var yfir Ísrael. Og þess vegna spáði hann að stjarnan Jesús Kristur, morgunstjarnan eins og hann er nefndur í Åpenbókinni, hann mun koma og frelsa líð sinn. En þeir sem voru viðbúnir þessu, þá voru vitringar frá Austurlöndum. Ég hafði svolítið gaman að því þegar ég var að lesa tilurð King James þýðingarinnar, að þá komu lærðir til hans og sögðu, fóru að tala vitringana 3, og þá segir konungurinn sem að kunniði Biblíuna utan að Jakob, það stendur ekkert að það séu 3 vitringar. Það stendur að séu 3 gjafir. En það geta hafa verið margir víkingar, þið vitið ekkert það, ágætu klerkar. Og þeir fóru sneyptir tilbaka. Því að konungurinn þekkti Biblíuna betur en henni lærðu. Já, hérna koma þeir frá Austurlöndum og ég verð að fá að endurtaka orð mín. Ég er hérumbil búinn með það sem ég ætla að segja, þannig að þið getið setið aðeins rólega í 1 eða 2 mínútur. Hugsið ykkur, þarna eru vellauðugir menn. Kannski ekki milljónamæringar, en þeir eru samt vellauðugir, því að gjafirnar eru þannig. Hvernig má það vera að þeir komi og trúi því að barnið í jötunni er Messías, konungur alheimsins, skaparinn Guð? Vitið af hverju þeir trúðu því? Af því að þeir treystu Biblíunni. Þeir treystu því sem stóð í Biblíunni. Og svo höfum við hérna Símon og Önnu. Og þau sjá líka þennan hvítvoðung. Og aftur er það Biblían og heilagur andi sem hefur sannfært þau. Og þau eru vissum að þetta litla barn sem að þessir fátæklingar komu með María og Jósef. Í fátækra manna fötum væri Jesús. Því lík trú, því líkt traust á Guði. Og mér finnst þessi mynd svo falleg að mér fannst ég að þurfa að hafa hana með. Jesús er 12 ára. Ég var einu sinni með fyrirlestra í Noregi. Það var 12 ára strákur sem kom á alla fyrirlestrana og sumir voru spádóma. Hann sagði við mig, rosalega er þetta skemmtilegt og ég skil þetta allt saman og ég meira segja man þetta allt saman. Og þannig var það með Jesú. Hann kunni ritningarnar betur en hinir lærðu. Hér er mjög nákvæm lýsing á krossdauða Jesú Krists. Og ég verð að segja að þessi stórkostlegi spænski málari Dalí, hann hefur málað hérna mynd sem er ódauðleg. Sjáuði kyrrðina á vatninu, friðinn sem ríkir.
vegna þess að friðarhöfðinginn hefur sigrað hið illa og hinn illa. Þetta er stórkostleg mynd. Og hér sjáum við upprisi Jesú sem að Hósea spáði fyrir Og hér sjáum við Jesú heiðra Maríu Magdalenu. Og Jesús er upprisinn á 3. degi og hann heiðrar konu sem fyrsta vitnið sigur hans á hinu illa og dauðanum. Já, hann fór til himins og englarnir sögðu að hann myndi koma aftur á sama hátt. Og við treystum því að Jesús muni gera það. Vinir, þetta voru þau orð sem ég langaði til að deila með ykkur í dag. Eins örugglega eins og Kristur kom hið fyrra sinni, eins örugglega mun hann koma aftur. Það eru spádómar sem hafa verið að rætast 1960, 1994, 1991 og ég geti nefnt fleiri ártöl. Vinir, ýtum ekki spádómunum til hliðar. Hlustum á þá, treystum orðinu og Guð mun vel fyrir sjá. Amen.